því að það hérna borgarlína sem svona deilumál í samfélaginu búin að vera seigfljótandi deilumál í mörg ár. Og við ætlum svona aðeins að byrja að ræða það, því það eru svona einhverja breytingar og að taka upp samningin og eitthvað lera. Til þess að hjálpa okkur svona þess að byrja þá hingað komið Hilmar Þór Björnsson, arkitekt. Velkomin. Takk. Arkitekt emeritus. Má segja það. Já, má segja það. Herðu, fínt að fá þig vegna þess að þú ert mjög ánægð með borgarlínu, en þú ert líka ekkert ánægð með borgarlínu. Já. Ég sko... Þannig þú ert eiginlega með og á móti borgarlínu. Já. Já. Ég borgarlínan hugmyndin náttúrulega mjög gömul. Bara erlendis frá þetta hefur ég mjög lengi og hann Pétur Ármannsson, hann skrifaði grein í Morgunblaðið eða reyndar í lesbók Morgunblaðsins skömmu eftir aldamótin og kom fram með þessa hugmynd að viðurkenna þróun Reykjavíkur í verki eins og hún hefur verið. Sko, menn voru alltaf að berjast við miðbæinn og svona hvað hann ætti að vera en þróun hefur verið svo að það gengi frá sko aðalstrætinu og inn Austurstrætið og Laugaveginn og Suðurlandsbrautina fram hjá Skeifunni og innettir. Það hefur bara Þetta orðið til. Það hefur bara verið sagan. En svo maður sér oft þegar maður kemur inn í borgir, það er verið svona til bara í kringum leiðina sem fólk keyrir eða lappar eða ríður á hestum. Þetta, víða bara, já, og honum fannst að maður ætti að viðurkenna þessa og búa til þennan þróanás með borgarlínunni. Og þetta rataði inn í aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 og mér fannst alveg heillandi. Þarna væri búið að viðurkenna Reykjavík borg sem línulega borg og var alveg heillar yfir þessu og skrifaði þetta, ég var það með bloggsíðu og sá þetta sem bara megin kost þessa nýja borgarskipla fyrir þetta náttúrulega þétting byggðar útþenslunar að stoppa, sem er náttúrulega sjálfsagt. Svo gerist það að sérfræðingar koma, Kófi, ég var hérna á þessu fundinni í einu sem voru allir að kynna þetta og mér fannst þeir vera svolítið eins og sérfræðingar á sunnan sem voru að plata sveitamannin. Þeir voru svona gerði miklu meir úr þessu heldur en til þeim stóð til. Og mér finnst sko einmitt það sem það gerst. Núna fór ég í gegnum út af þessu viðtalinu, fór ég í gegnum borgarlínu félagsbókarsíðuna sem er svona opinberu borgarlínu síðuna og mér fannst eins og maður vera að skoða auglýsingabækling frá ferðaskrifstofu. Þetta var allt svo yndislegt. Bara alveg ótrúlega flott hús, mikil þétting, fullt af fólki og það talaði kaffistofur og hugguleit út allt og fólk á að hittast út allt og þetta var svo ótrúlega huggulegt að þetta er bara eiginlega óhuggulegt. Myndir af einhverjum sem er með flugdreka, það var oft að selja mann eitthvað, það var flugdreka. Já, það var nú Remax loftbelgurum var oft en hann er náttúrulega horfin en mér finnst sko það er verið að pakka ykkur inn og reyna að selja okkur þetta er ekki umræða það hvernig borgin okkur á að vera. Já, og svo horfum maður á þetta og það hvergi talað um hvað þetta er að kosta og legan er voðalega skrítin finnst mér, hún er ekki þar sem þörfin er mest, ég hefði viljað fá bara línu austur og vestur og ekki meira en það? Jú, svo þegar höfuðborgarsvæðið sem samgöngusáttmálinn var gerður þegar þeir komu all sveitarfélögin 6 inn í þetta, þá þurftum að fara norður og suður og ég hefði viljað hafa frá Borgartúnni eftir Kringlumýrarbrautinni, Hafnarfirðinum og suður í Hafnarfjörð, suður á vellina bara og svo frá Seltjarnarnesi og upp í Ártúnsholt eða Keldnaholt. Og þá í gegnum Laugaveginn Já, Laugaveginn, ég er alltaf skeptisk með hverfiskutan, þannig bara og þá kom svona stjarna eða svona kross eða T og þetta ætti að vera þannig og þarna er þetta þessi þörfin er mest og svo verður þetta að fóðra þetta með strætó, skilur við. Nei, sko, þetta er borgarlínan sem væri bara sér að greinin svona hugsuð og væri óháð umferðinni og væri alltaf á grænu ljósi og hún væri bara einn á þarna og maður getur stilt á klukkan 7 mínútur yfir, þá er hún hérna og 8 mínútur yfir starfnastar og maður getur stilt sig inn á þetta en svo til þess að fóðra þetta, þá er það gert með þéttingu byggðar sem kæmi sem sagt eftir á eins og við gerðum í Vínaborg og Kaupmannahöfn, maður leggur sko borgarlínuna fyrst, svo þéttir maður ekki öfugt. Hérna getur maður öfugt.
hérna byrjar maður að gefa heimildir í þéttingar og svo veit maður ekki. Þannig að það sprengir upp verðan, þetta er orkureiturinn og aldurslóttið og selja þetta alveg svífyrðulega verði, þannig að það verður fólki sem að mun búi þessum íbúðum verður alla æfina að borga fyrir þetta. Já, það er nú alveg sko. Það er nú alveg eitt sko. Það er nú annað handleikur sko. Og líka sko varandi lóðar brask sko. Núna er til dæmis maður veit að kaupum og sölum og skiptur kennitölu eða þetta nýr kaupendur skiptur tenntundur og þetta vex alltaf og svo er krafan og svo mikil og stjórnmálumenn að þið verða heimila miklu meira þetta er svona innbyggt hækka húsið og þetta verður svona fara nær götunni já, þetta er svona já. Ok, en var ég að trúa, en það er svo, ég skil þetta, þá á ég fyrsti að fara frá Ártúnsholtinu og leiðina sem að þú vilt, en svo beygir það eitthvað inn Suðurgötuna og fer svo yfir í Kópavoginn og ég man ekki hvert það fer svo. Jú, svo fer það yfir brú, Fossvogsbrúna þetta sem á reyndar að vera tilbúin eftir 1 ár, það er náttúrulega aldrei, og svo að fara Borgarholtsbrautin og enda í Hamraborginni og þetta er 14,5 kilometrar. Ég held að hérna það er alveg hægt að hafa þessa línu sem ég er að tala er 20 kilometrar fyrir sama pening til Hafnarfjarðar og austur og vestur í borginni. Það er fyrir að taka þessa slaufu þarna eftir Suðurgötuna. Og ég sé ekki alveg sko tilkvæmst það er gert, en ég mig grunar að hvað er gert. Mig grunar það sé það að það er gerð skipulagsmistök, það er náttúrulega Háskólinn í Reykjavík, skipulagsmistök, það náttúrulega getur verið þarna. Í svona enda. Endan bara, þetta er bara alveg skelfilegt. Þannig blindgötu eiginlega. Já, blindgötu og svo er það líka Landspítalinn, hann átti náttúrulega ekki að vera þarna, maður sér alltaf betur og betur og núna er maður semst að tengja þetta saman og býr til borgarlínu sem fer þarna fram hjá háskólanum, fram hjá Landspítalanum og að háskólanum er ekki, hann getur ekki enda þar. Svona fyrir allt áfram með brú og heldur áfram í Hamraborgina. Þetta er svona löng leið. Löng leið og það er enginn að fara og enginn erindi í Hamraborginu. Hvað gerir þú stígur úr lestinu vagnum í Hamraborginu? Þá ferður bara, hvað gerir þú þá? Þú getur farið í Gerðarsafn. Já, eða ekki salin eitthvað. Nei, ég held að þetta sé svona, að því að maður er alltaf svona með einhver samsæðkenningar, ég held að þetta sé gangi út á það að þegar að borgarlíninu komin í gegnum Vatnsmýrina, þá kemur þrýstingur að bóla flugvöllunum burt á sig, menn við erum með borgarlínuna þarna, við erum að byggja meira þarna og þannig er það sko. En það var þú sagðir áðan að væri snjallt að leggja línuna fyrst og byggja svo. Já, ég sagði það, já. En þetta er ekki snjallt. Jú, þetta gengur út að koma flugvöllunum burtu. En ég er á því, ég er á því að byggja borgarlínuna fyrst. Þetta gerði maður í Vínaborg og gerði í Kaupmannahöfn, maður lagði metróð út í Öristaðinn fyrst, svo byggði maður og í Vínaborg lagði maður metró eða öðruvísi undir Dóná í nýtt hverfi og það var mikla deilur það af hverju maður gerði þetta. Þá sögðu stjórnmálamennir og ráðgjafarnir svo skynsamlega að fyrst myndi iðnamennir nota þetta og svo þegar fólki flytt inn þá væri borgarlínan þar og þau lærða að nota hana. En er þetta ekki svona full dýr aðferð við að þrýsta á að Reykjavík fari? Er þetta ekki svolítið dýr aðferð? Jú, mjög dýr aðferð, og vitlaus. Ég held að, ég hef nú sko vild að flugvöllurinn þetta fari, hann á ekki heima þarna, en við höfum ekki efna á því að leggja niður og höfum ekki efna að byggja nýjan flugvöll og höfum ekki búið að finna lausn á þessu og meðan það er ekki búið þá verður hann þarna. En ég nefni það að þetta Keldnaland sem er núna fyrir að taka til skipulags, það er sko jafn stórt og Vatnsmýri, það er 100 hektarar, þannig að þetta er sko ekki, þannig okkur vanti pláss. Og ég held að reyndar að ég veit ekki það er búið að flytja of mikið af atvinnutækifærum inn í miðborgina og það er líka annað sko að aðal vandinn umferðarvandinn stafar af þessu jafnvægi skipulagsmálum. Það er þannig að þegar ég var alveg upp og þú varst alveg upp á Álfheimum í Vesturbænum, þá var allar verslanir í göngufæri. Allt í göngufæri. Núna á ég heima en þá á Haugunum, en ég þarf að fara 3 kilometra til kaupa í mat. Fara út á Granda? Út á Granda, já. Og þetta eykur umferðina. Þetta er bara í blokkinni sem ég átti. Það er náttúrulega götur sem ráða ekkert við þessu umferðina, eins og til dæmis bara Mýrargatan og þetta ræður ekkert við þessu umferð. Nei. Og þetta þarf að jafna.
Þess vegna hefði Landspítalinn átt að vera upp í Keldnaholti, þá myndum maður jafna umferðina. Og það að færa verslun og þjónustunin í hverfin og búa til, láta þau vera sjálfbærari og skemmtilegri náttúrulega, miklu skemmtilegri. Það voru fleiri borgir og byggðarlög sem að gerði þessi sömu mistök sem að voru að vera með svona stóra kassa í útjaðri byggðarna og eyðilögðu bæina. Já, þetta var kallað sóning, þá settum maður atvinnutækjun einu stað, íbúðin annar staðar og þetta er náttúrulega úrelt. En þetta var þegar fólk dreymdi að eiga engabíl og það var draumurinn, sko. Reykjavík skipulögð í kringu þetta. Já. Og það er ekki auðvelt að snúið við, en það tekur tíma, þetta er hægt. Þéttingi byggðar sem hugtak sem til víðar heldur en hér, hún snýst meðal annars að hafa þjónustuna inn í hverfunum eða ekki. Já. Þannig það meikar eiginlega ekki sens að vera þétta byggðina ef þú ert alltaf með dagvöruverslun út á Granda. Nei. Þú tekir vel til í París? Já, það er náttúrulega sérstakt, sko. Já, það er sérstakt. Það er alltaf skipulega þannig að sjötu kona á að geta gengið til heimilislæknis. Já. Og það er kröfur það að þetta ganga til bakarans. Apótekið. Apótekið. Og ef ekki bakari fæst til að reka bakari í nágrunni við heimilið, þá borgar ríkið styrkjum til að halda. Það verður allir rétt að fara til bakarans. En þetta nú reyndar eitthvað aðeins að bresta, sko. Það er svo mikið braski gangi að maður sér sumum hverfunum er eyðileggingin hafin. Þar sem að ostasalinn var, komin núna einhver búð sem að selur bara röndóta nærbuxur. Það situr ykkur sem að leiðist þarna innst inni og borða tyggju og horfið í farsíman sinn og engi kemur annars. Nei, og líka útlitið ennþá með ostabúðinni, það fríðað, sko, en þú lappar inn í búlanserí eða patisserí og þá er það bara nærbuxabúð. Já, eitthvað slags. En það er náttúrulega skipulagið þar svo mannlega, svo í mannlegum skala að sá sem hefur búið í París, hann verður ekki samur, hann á í erfiðleikum með að skilja þetta skipulag sem hér, til dæmis. Svo þetta þessi 20 borgarhlutar, þeir eru sjálfbærir, þú getur lappað, færð allt innan borgarhlutans. Ég var búið þarna, bæði þegar foreldrar mínum voru og svo var ég þarna í 2 mánuði í Kjarvalsbúðinni og þeir eru búin að vera í 2 vikur, þá voru allir farin að heilsa mér, var búin að eignast nágranna strax. Bakarinn, slátrarinn. Og þetta líka það að þú ferð til slátrarans og hann þekkir þig og hann þekkir líka bóndan eða byrgjan og saman ostasalan. Þannig að það þarf ekki að vera innihaldslýsingar eða síðasta dagsetning á vörunum. Þetta byggir það bara á mannlegu trausti. Svona eru náttúrulega eiga borgir að vera. En við erum svolítið langt frá þessu. Nei, við getum gert þetta. Það eru hugmyndur að þetta hverfaskipulag sem í gangi, hverfaskipulag og þá að gera hverfin sjálfbær. Og þetta mjög falleg hugsjón að búið til hverfaskipulag og það minkar líka þú fer ekki milli hverfa, færði allt inn öllum hverfis, þegar út að vinna einhvers staðar eða sækja einhvað eða heimsækja gamla frænkuðina. Í ballett og allt þetta. Og svona, en þú átt að geta, þetta hverfaskipulag mjög gott, en það hefur gengið svolítið út á þéttingu byggða, það bara, menn að það svona missjónara markmiðinu. Það ekkert í hverfanum nema bara þétt hús. Já, Þú nefndir við ætlum nú að tala um borgarlínuna en að því að þú fer svona víða völl að þá byggðin við Valsheimilið sem svona út í Vatnsmýrinni. Þar svona þétt hús og þar gert ráð fyrir þjónustu á jarðaðinum en það voða lítið þjónustar. Hvað sérðu? Það voða lítil þjónusta. Já, það lítið þjónusta. Ég labba alltaf hverfiskotuna heim. Já. Það náttúrulega einhver þjónustöðar en það mikið af svona... Hvar býrðu? Ég bý niður í bæ, þannig að ég labba hérna úr Bólholtinu. Já, og Hverfiskotuna? Fyrir hvernig Laugaveginn? Já, ég veit ekki hvað það Nei. Kannski það ekki á Laugaveginum að túrista lengur, ég veit ekki á hverju ég gerir það. En kannski bara því að Hverfiskatan að breytast, mikið meira heldur en Laugaveginn. Hún nágætt, sko. En þar sér maður að það mikið af rými, en það ekki alltaf starfsemi í þessu og ekki kannski starfsemi sem maður undir reikna með að vera í þessu. Nei, það af því að þetta ódýrt. Já. Ég veit það, ég byggði hún í Kaupmannahöfn, þarna í Albertslún, það var skipulagt svona göngusvæði, aðalgöngusvæði, það átti að vera reiðhjólaverkstæði og skósmiður og svona, einhvern sem hafa litla veltu, litla þjónustu og litli vinnustæðir, keramikar og listamenn og svona. Reiðhjólaverkstæði sem farið á Hverfiskotunni? Ég held að reiðhjólaverkstæði sé farið. Ok, já. En það sýndi sig að þetta voru nýtt, það voru dýrt.
það kom aldrei neitt. Það var aldrei neitt. Það þurfið að greiða þetta bara niður. Það er bara ekki kosta neitt. Ég veit ekki. Já, herði, eitthvað var að segja með frá því einhverju borg í Bandaríkjunum þar sem að þú fékkst ef þú varst með þjónustu á jarðhæðinni, þá fékkstu ókeypis íbúð fyrir ofan. Já. Og það var því að það var draumurinn að búa til að því fylgir oft svona, það er ekki stórgrossirinn sem býr þarna fyrir ofan, því hann þarf að eiga svo stóra verslun. Þannig að þá var laðað inn svona þess að voru með smáverslanir. Þetta er mjög algengt í Fraklandi út allt Fraklandi. Herðu, en borgarlínan, heldur það að verði af henni? Sko, já, ég held það nú og ég vona það er alveg klart mál, en ég er mjög skeptískur á þessu aðferð sem er að fara. Ég er bara mjög efins um það. Þú myndir vilja byrja bara á einni línu sem er frá... Einni línu austur og vestur og svo sur í Hafnarfjörð. Alveg klárlega. Og svo getur maður sem sagt látið strætó þjónusta þetta og menn er að tala sko þetta sé loftslagsmál og svona og það er það auðvitað líka en ef að það er loftslagsmál þá ættum maður löngu verið búin að gera strætó að rammas drifnum og það er svona að vera að grípa alls konar rök til þess að gera þetta en þau mér finnst ekki halda bara ekki bara halda ekki. Notað þú strætó? Notað þú strætó? Nei, en ég labba svona 8 km á dag. Ég labba allt sem ég fer innan 100 og 700 Ég nota strætó og strætó er svolítið hörna þannig aldrei á tíma og stundum finnst manni það bara felli út strætó þannig að þú helst þú ætlar að bíða bara eftir strætó sem kemur kortir og þá kemur þetta hálftíma og svo er það sem annað sem að fólk að tala um að strætó átt að þjóna borgarlínunni að þá er það svona neti sem að hríslast út í hverfin. Það er mikið að láta á sjá vegna þess að strætó er alltaf eins og sem frekar að leita því að vera nógu fljótur sko frá A til B en þú veist þessi að maður geti farið inn í þessi sótt inn í hverfin. Fólk þarf að labba oft langa leiðir til þess að komast í strætóin. Þannig að strætóin á sama tíma og verið að horfa á uppbyggingu borgarlínu þá er strætó að mörgu leiti sko komið með lagari þjónustu hvað sínu kunnu á. Ég skil heldur ekki hvernig sko borgarlínan frá Hamraborg upp í Salahverfi, hún er bara með annar umferð. Svo kemur hún inn í Hamraborgina, þá fer hún eftir á Sérakurinn og ég get ekki séð sko ef að vagnin er og sinn. Þetta gengur ekki saman. Það verður að vera hrein borgarlína og hrein strætókerfi. Þannig að vagnin kom í 7 mínútur yfir? Já, bara alveg og maður viti það. Og ef maður kemur nærum ekki þá býður maður í 7 mínútur eða 7,5 mínútur við þekkjum þetta í París og kaupmann maður fer bara stöð og býður hann kemur bara þessu stutt á milli. Það er náttúrulega kerfið þar þeir eru náttúrulega með metró en síðan ofan á jörðinni er með ótrúlega þétt riðið strætókerfi sem að sko fólk er mjög fljótt að læra að nota frekar sko af því að það er bara svo gott. Og ég held sem sagt að það þurfi að hugsa þetta upp á nýtt. Og ég er dálítið hneykslaður á þessum áætlunum. Nú sagði borgarstjórinn og formaður skipulagsráðs í febrúar að Miklabrautin er komin í stokk eftir 3,5 ár. Það er ekki byrjað á því. Brúin yfir Það held ég að sé líka hvert á umfyrir að fara þegar Miklabrautin fyrir. Já, það er náttúrulega alveg, ég held að það er ekki hægt að gera þetta. Ég held að það sé ekki hægt. Það verður að bora göng, sko. Já, Sæbrautin og bústaðavegurinn takkir þetta ekki, sko. Nei. Og svo brúin yfir Fossvog, hún á verið búin eftir árið 2024 og það er ekki byrjað á henni. Og þetta er svo stór plan, þetta er svolítið svona eins og einhvern vantar íbúð, 2-herbergja íbúð og 3-herbergja íbúð en er að láta sig horfa alltaf á einhvað einbýlishús út á Arnarnesinu. Draumurinn er svo stór að þeir ráða ekki við hann. Miklu betur að setja sér markmið sem að ræði við og klára það. Það er þess að fór ég að tala strætó sko, að því að ef þú ætlar að byggja upp þjónustu þá hlustar á kunnana þína. Já. En mér finnst eins og við almenningssamgöngur á Íslandi, eða í höfuðborgarsvæðinu, sé ekki hlustað á kunnana hvað þeir vilja. Heldur verið að skoða eitthvað sem eitthvað sá út í San Francisco eða Düsseldorf og það er verið alltaf að reyna að ná inn einhvern kunnum sem nota ekki strætó, eins og strætó verið góður eða kemur eitthvað bara annað fólk að nýr. Ég held að þeir ætti að hafa eitthvað lítillæti og fara að þjónustu það sem nota strætó nú.
og byggja góða þjónustu út frá því. Er það galið í skipulagsfræðum? Nei, þetta bara tómvitleysa sko. Fólk, þetta er svona likvitt sko, vatni fer þar sem að það er auðveldast og fólk farþegarnir fara þá sem er þægilegast og ef það er þægilegast að fara með strætó eða ganga eins og þekkjum í París og víðar, þá fer það þá leiðina. Ef það er ekki þægilegt, þá fer aðra leið. Það er bara þannig. Þetta er svona likvitt sko. Herðu Hilmar, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur.